að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Jú, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá er komið að síðasta viðmælanda kvöldsins og það er maður sem er mjög sennilega pakkað niður núna fyrir Fraklandin. Hann er að leggja stað núna í nótt eða í fyrramálið og það er engin annar Lúther Gesson, ritstjóri og eigandi handboltasíðunnar 51.is. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig verður það? Herðu bara fyrir ágættir sko. Já, herðu, hvernig leggst svona nýja árið í þig? Vel. Já. Það er ekkert annað hægt maður. Nei, svona áður en ég fer inn í heimsmeistaramótið sem að þú ert að fara á núna í Fraklandi, þá verði ég nú að spyrja þig strax, hvað fannst þér standa uppi á árinu 2016 svona hjá þér? Það var nú ansið mikið náttúrulega, veistu hvað þú fórst á marga handboltaleiki til þess að byrja með? Nei, ég tók það ekki saman sko, það var einn og einn leikur svona. Já. Já, nú farið í gegnum það áður. Já. Nei, þetta var mjög skemmtilegt ár sko. Það var líka bara, þetta var, eins og margur við alls að komið fram, þetta var bara svona íþrótta árið okkar Íslendinga og þetta var bara, þetta var bara flott ár bara á mjög mörgum stöðum sko. Já, nokkulega. Þetta var ekkert kannski eitthvað geggjastlega handbolt, ekkert stórt handbolt ár þannig lagað, en svona, þú veist, breytingar miklar og svona, sko, en þetta var bara flott íþróttar á öðru leiti. Ég fylgist með fótbolta líka eins og svona, 3 tíma og hafa visla þar og karvan og uppleið og svona. Já, nákvæmlega. En er nokkuð hægt að segja annað en, eftir Evrópumótið í Pólandi sem fórst af í janúar, er nokkuð hægt að segja annað en það verður bara uppleið núna framvegis í handboltanum? Nei, ég held að við, sko, getum ekki farið neðar heldur en þetta, með hennan árangur heldur en á gerist í Pólandi í janúar fyrir árið síðan. Þannig að ég er bert hérna á þetta, sko. Já. Ég er bara svona, og þetta mót sem er framöndan núna á, en ég er bara mjög spenntur að sjá svona hvernig þetta bara kemur út sko. Og ég held að þetta sem við vorum að sjá núna helgina, þetta Big Mom móti í Danmörku, þar sem við vorum að sjá íslenska liði spila þessar síðustu 3 leiki fyrir HM, að þeir endilega er ekkert að gefa okkur endilega rétt að mynda á hvernig liðið er statt í dag sko. Nei, nákvæmlega. Við vorum náttúrulega eins og í gær sko, vorum að spila við bara Danir sem eru bara einu sterkustu handboltaþjóðum heim sko. Já. Og það var bara verið að prófa hluti þar og sá að það var verið að prófa varnarleikinn og spila svolítið öðruvísi afbrigði af honum. Heldur við erum kannski bara vanir. Já. Og það er eitthvað sem að Geir vill sjá í liðinu og við gaman að sjá bara hvort að noti það eða hvernig það er, eða hvort við förum bara í okkar venjulegu sterkum fyrir að flötu 6-0 eða hvort við erum að mæta eitthvað framar. Nú, hefur þú verið að fylgjast með þessum ungu strákum bæði hérna heima og utan og einnig þegar þeir eru að keppa á stórmótum? Hvernig líst þér á svona frumrauninu þeirra svona í æfingaleikjunum og hvernig líst þér á þessu konni núna í svona loka hóp? Ég held að sko það hafi nú alltaf verið bara svolítið spurning það sko, þú veist, hvenær er bara virkilega myndu þetta inn sko. Og við erum að sjá til dæmis sko Janus staða blómstra á núna skilur við, akkurat á þessu, þú veist, hann er búin að vera blómstra núna og við erum að vera rosalega öflugur í deildinni núna síðustu umferðum og síðustu leikjum með Haukum og hann átti frábæra leiki út í Danmörku. Og þetta er svona strákur sem að þú veist var ekkert að spila sinn besta handbolta og var kannski ekkert, þú veist, upp á sitt besta fyrir í vetur. Nei. En það breytir engu, þú veist, það var bara allt Haukaliði var að spila illa og það vita allir sem að fylgjast með handbolta hvað býr í þessum dreng sko. Já,
Þannig að þetta ég held þetta sé ekki að koma neinum á óvart að Jarðarstaðir sé að Blómstrá hafi spilað sín í liði í dag. Ég held að enginn standi bara að klóra sér í hausinu yfir því, sko. Nei, nákvæmlega einmitt. Það veit allir hvernig hann er, sko. Ómar Ingi, við höfum alltaf bara lítið bara séð hann í raun og veru. Og mér hefur bara fundist hann bara svona lala. Það sem við séð hann á þessu móti. Hann hefur, þú veist, allt í lagi, sko. Já. En og eins og Arnar Freyr, við vissum það, þú veist, áður en hann fór út og annað, þú veist að hann var bara á rosalegri uppleið, sko. Já. En ég meina, þú veist, þetta er bara það sem að kemur til með að taka við. Og ég held að við séum að, svo náttúrulega hann, skilur við erum með Tetta, Theodór Sigurbjörnsson, hornamann IPVF, sem búin að vera meiddur, skilur við. Ég held að hann hefði nú verið svona, þú veist, já, ég held að hann hefði kannski farið langt leiðina með að spila sig líka inn í þetta, hefði hann verið bara á 100% leikfær, sko. Já, náttúrulega. Þetta er bara bjartmaður, þetta er bara út og gott. Já. Og þú að leggja staðið það ekki í nótt til Frakklands, þú og þitt heimi? Ég var að skella á því, skella á leigubílstjóran rétt ára og hún hringdi þegar segja hún að mæta klukkan 4. Já, klukkan 4 í nótt. Já, brottver. Já, einmitt. Og þú á full að pakka niður eða löngu búin að því náttúrulega? Já, hann var að pakka niður eitthvað hérna í gerði og í kvöld. Já, nákvæmlega. Já. Einmitt. Já. Þetta er nú ekki mikið maður sem að tekur með sér þar. Nei, einmitt. En svona, já, ef þú myndir spá núna bara fyrir mótið með það sem þú ert búin að sjá til landslýsins, það er náttúrulega bara strax fyrstu 2 leikinni, það er gett sterkum liðu Spán og Slóvena, hvernig segja þeir allt kannski, fyrstu 2 leikinni jafnvel? Nei. Túnisleikurinn kemur til með að segja ansi margt. Já. Túnisleikurinn er bara svona krúsaleikur. Þriðileikurinn. Já. Við væntanlega bara, ef við reynum bara, ég á bara að reyna að vera raunsar, það sem að eins og mér, þetta lítur út fyrir mér sjálfum, skilur við, þá erum við að tapa á móti Spáni, þar skiptir kannski bara gríðarlega máli að, sko, kannski ekki að tapa svona móti eins og vorum að tapa á móti Stöðnum í gær, skilur. Já. Þú veist, að okkur verði ekki alveg slátra, sko. Við megum ekki fara að tapa þessu leik með einhverjum 10 mörkum með eitthvað svoleið, sko, og eiga aldrei breyk, sko. En þú veist, taparum við 3-4 mörkum er bara eitthvað sem að ég held að við séum að sjá að vera að gerast, sko. Já, og Slóveníu leikurinn, ég er ekkit endilega vissum að við séum að fara að taka okkur fyrstu stig þar, heldur. Og það er leikur, sko, eftir þess að 2 leikir þá getum við verið með 0 stig. Já. Og það er engin heimsendi, sko. Nei, Túnisleikurinn þar að leiðandi að þegar við getum verið búin að vera í svöldu brasi á móti Spáni og Slóveníu, þá er Túnisleikurinn leikurinn sem við verðum að vinna. Og það er svona kannski leikurinn sem við eigum að vinna Túnis, sko. Já. En Angóla hefur enginn séð spila handbolta. Það er bara erfitt. Ég var að tala við, sko, ég var nú að taka upp efni með honum Gunnari Magnúsinni sem að gjörþekkir þetta og hefur búin að vera með landsliðin í síðan 10 ára eða eitthvað. Og hann sagði þetta ekki hafa séð hefur aldrei séð Angóla spila handbolta. Þannig að maður veit ekkert hvað við erum að mæta þarna. Nei, þar vitum við ekkert hverju við erum að mæta, en það er alltaf að við mætum þeim seint, þetta er fjórðuleikur, og það er Geir og Óskar verða náttúrulega búin að sjá þá spila í undankeppninni. Já. Þannig að við getum alveg lagt þann leik svona nokkuð vel upp, sko. En þann leik eigum við að vinna og vinnum. Makedónia, við eigum að vinna Makedóníu. Og ef þetta gengur eftir þá erum við að fara upp úr þessum riðli í öðru, við verðum að fara upp úr riðlinum í öðru eða þriðja sæti. Já, nákvæmlega.
það gæti verið spennandi. Ef við förum upp í 4. sæti, þá náttúrulega lendum við bara á móti, fáum við bara Frakka á raðriðlinu á heimavelli og það er engin þjóð sem að taka þátt í sem maður vill mæta þeim strax. Nei. Þannig að þá erum við að, þú veist, Rússa við Norðmenn. Það var í frábært að fór Norðmenn bara í 16 úrslitunum. Já. Og þá fyrir við á gegnum 16 úrslitin og hvað, þau töpum svo ekki búin að móti dönum aftur. Já. Í afturlega úrslitunum og allir sáttir. Já, nákvæmlega. En svona í lokin áður en við sleppum þér, það er náttúrulega hérna heima, það eru ólífsdeild kvenna að hefja nýju eftir 2 mánaða pásu. Já, vá. Á laugardaginn. Hún er alltaf á gangi, já. Það er bara, hún er náttúrulega búin að vera í fríi Já. En fyrir, já þá hlustundur, það er náttúrulega þeir eru á toppnum og ekki búin að tapa leik svona með hvernig þetta er búin að líta út fyrir þér. Unnu bikar í þessari pásu sinni. Já. Til flugfélags Íslandsbikarinn. Já. Þannig stóra og merkilega titill. Já. Er framliðið, þetta langsterkasta liðið á Íslandi í kvennamegin núna í dag bara? Já, þetta var bara besta liðið fyrir áramót, sko. Já. Það var nú bara þannig. Já. Og það er veikjast ekkert. Nei. Það er alveg ljóst, en það er bara svolítið langt í önnu lið. Önnu lið geti fyrir að ná þeim að geti. Það verður nú bara að segja eins og Já, nákvæmlega. Og allavega svona sýnist mér ekkert, þú veist, það er ekkert lið eitthvað, þú veist, það er ekkert að gerast á leikmannamarkaðnum núna. Nei. Þannig að það er ekkert lið sem er eitthvað, það er alltaf ekki konin að fréttir af því að það sé eitthvað lið að styrkja sig. Nei. En Stjarnan er að fá leikmann úr fæðingarólafi og framsöfu leiði, skilur, þannig að ég held að reyndar að verði nú bara svolítið en svo bara verður svolítið fróðilegt að sjá svona hvernig fyrstu leikinni fara á stað hjá liðunum eftir áramót. Já, nákvæmlega. En það er já, ég held það eru liðana sem að eiga fullt inn. IBVF-liðið er gríðarlega sterkt. En það hefur náttúrulega bara ekkert verið að spila á sínu mannskap, sko. Nei. Það er þú veist, það vantar bara og vantar svolítið mikið í það. Og við erum að sjá, þú veist, Gretu þar koma tilbaka sem er náttúrulega algjört lykilatriði að hún koma tilbaka. Þannig að hún verður vantilega heil bara eða klári í næstu fyrsta leik. Já. Og hún þarf einhverja 3-4 leiki til að spila sig að komast í spilform. Og þú veist, Valsliðið hefur haft gott að þessari pásu, held ég. Stjarnan áfram, en ég held reyndar að maður veit bara ekki hvað að gera í úrslitakeppninni. Það er fram minni deildina, en svo bara hvar þessi sterku lið, hvar þau verða stödd þegar úrslitakeppninni kemur og þá getur náttúrulega, þú veist, það getur allir tapað fyrir öllu þar. Já. Og Fram líka. Fram fer ekkert í gegnum þennan vetur taplaust, sko. Nei. Það er bara spurning hvar og hvenær tapað þetta leiknum. Já. Þjálfari Fram, það er kannski ekki allir sem átta sig á honum. Hann virðist vera, þú tekur oft viðtöl við hann. Hann er voða svona yfirvegaður alltaf, eða ekki? Já, við byrjum alltaf öll viðtöl á Stefáni Árnasyni, Stefáni Árnasyni, við byrjum alltaf á því, sko, áður að myndavilja fyrir ganga, þá segir maður alltaf við hann, já, Steffi, við gerum að hafa þetta bara svona eðlilegt núna. Já. Þannig að hann er svona uppátækja samur og gaman samur, hann veit, þetta er alveg gríðarlega fær og góður þjálfari. Það er aldrei tekið á honum, en hann er svona, þú veist, hann er svona að spila oft svona á hinna þjálfarana og svona, hann er með svona sálfræði hernar. Já, nákvæmlega. Mikið. Hann tala mikið það að allir aðrir séu miklu betur en hann í kringum hann. Já. En svo í lokin áður en ég sleppti þér, þið ertu búin að kynna þér eitthvað svona franska menningu, veistu eitthvað hvort það sé verið að fara að bjóða þér upp á eitthvað betra að éta heldur inn í Pólandi og svona?
Herðu, þú varst í, sko, ég sendi þið nú til HM í Katar. Já. Ég hugsa þetta verði og ég fekk nú bara lýsingarna frá öllu hvernig þetta var í Katar. Ég held þetta verði ekki svoleiðis. Kalvabacon er mjög fínt. Kalvabacon er gott. Kalvabacon er gott. Er það ekki, hvað heitir þetta? Bazzoletti eða eitthvað svona fransk brauðana. Jú. Ég ætla að geta það allan dagina. Já, það lítur það. Nei, ég hef aldrei komið til Frakklands. Já. Og þetta verður bara mjög gaman, en ég reikna nú ekkert með því, þetta er stíf dagskrá, við komum út, við verðum konur upp á hótel, sýnist með svona 2-3 leitið á morgun, og þá er bara fyrsta æfing klukkan 5, sem við förum á með íslenska liðinu, og þá bara efnis taka og svona sjá standi á liðinu og færa fréttir af því, og svo er bara æfing á miðvikudaginn, svo bara leikur og það er eins og þú þekkir sjálfur, það er lítill tími til þess að skoða eða pæla í einhverju öðru, sko, heldur handbolta bara. Nákvæmlega. Það var reynda baðkar fyrir mér út í Katar, sem að truflaði mig að skoða En Lúð Þegjason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, þið komið það ekki með allar helstu fregnir beint inn á 51.is. Jú. Verðum með HM hotnið á hverjum degi og svona, við erum að smíða upp á einhverjum rosa skemmtilegt dagskrá. Er það ekki? Þetta er það skemmtilegt sem er alltaf í handboltanum á hverju ári, það er bara stórmótin. Nákvæmlega. Þið bjargið okkur frá skammdegisþunglindi hérna heima. Já. Selfissingar eru aldrei sætti fyrir að vera einhver þunglindi eða? Nei, aldrei. Lúð Þegjason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ekki málið. Góða ferð, blessaður. Takk. Já, hægt að fylgjast með þessu inn á 51.is, allt ævintýri hjá þeim þarna úti. En já, þáttur kvöldsins verður ekki lengri að sinni. Ég ætla að minna á leikina í Ólisteild kvenna núna í þessari viku og það hefst bara, við byrjum minnir að byrja beint á laugardaginn. Jú, þá eru umferðinnar klukkan 3 á Selfossi, Selfoss IPVAF. Í TM-höllinni er Stjarnan Valur klukkan 4 og í Framhúsum klukkan 5 er Fram Fylkir. Svo klukkan 6 í Schenkerhöllinni er Haukar Grótta og svo og þá er heil umferð upptalin. Staðan í deildinni þannig Fram á toppnum með 19 stig, Stjarnan og í öðru sæti með 15, Haukar og Valur í 3. og 4. með 12 stig, IBF í 5. sæti með 8 stig, Grótta í 7. sæti með 6 stig, Selfoss og Fylkir í 7. og 8. sæti með 4 stig. Það er einnig leikir í fyrstil kvenna núna framöndan og þeir leikir eru spilaði núna fyrsti leikurinn á miðvikudaginn í Kaplakrika FH Afturhelding. Svo fimmtudaginn klukkan 6 er það Fjölnir HK og föstudaginn klukkan 6 í Austurbergi er IR Valur U og laugardaginn klukkan 2 í Víkinni Víkingur KA Þór. Svo sunnudaginn klukkan 3 í íþróttamiðstöðinni Varmá í Mosfellsbæ Afturhelding KA Þór. Staðan í fyrstildinni þannig að Fjölnir og HK eru á toppnum með 15 stig. IR í 3. sæti og KA Þór í 4. með 13 stig, FH í 5. sæti með 12, Víkingur í 7. og Afturhelding í 7. með 6 stig og Valur í neðstar með 0 stig í 8. sæti. Og það eru sjálfsögðu körfuboltaleikir núna framöndan í Dóminusdeildunum í þessari viku og ef við byrjum bara hérna í Dóminusdeild karla þá er það IR Stjarnan, Þór Akureyri, Tindastóll, KR Skallagrímur og Haukar Grindavík og Keflavík Þór Þorlákshöfn. Allir þessi leiki núna á fimmtudaginn klukkan korter yfir 7. Og í fyrstil karla þá eru næstu leikir núna í vikunni og það er á föstudaginn Breiðablik Hamar klukkan 6. Svo klukkan 7:30 er það Valur IA, Höttur Ármann, Fjölnir FSU. Svo laugardaginn er það Höttur Ármann klukkan 2. Og í Dóminusdeild kvenna þá eru næstu leikir þar núna á miðvikudaginn Haukar Grindavík, Stjarnan Keflavík, Snæfell Skallagrímur og Valur Njarðvík. Þessi leikir klukkan korter yfir 7. Og svo í lokin þá förum við í fyrstdeild kvenna og næstu leikir þar eru núna á laugardaginn Þór Akureyri Keflavík B klukkan 2:30 og svo á sunnudaginn Þór Akureyri Keflavík B klukkan 2:30 einnig. En ég heiti